Heyrðu, ef aðeins að líta á hérna gullfyrirtæki okkar, Amarok Minerals. Já, það eru lækkanir. Það eru lækkanir og það er svolítið eftirtektarvert vegna þess að þeir eru svona að lækka framleiðslu áætlanir sínar. Og það er svona við höfum talað það áður, að þetta er rosalega erfitt, frábær uppbygging á þessu félagi, en þetta er rosalega erfitt umhverfi að stunda atvinnustarfsemi af þessu tagi í landi sem hefur enga innviði. Ég er menn að tala innviði svolítið á Íslandi. Í Grænlandi eru engir innviði, það eru engir vegir eða neitt slíkt. Þannig að þú þarft að fara ógnafjallaði stundum bara á skipum eða bátum eða í þyrlum. Og það sem ég held að sé þarna að þetta er spennandi fyrirtæki, en það náttúrulega er að rannsaka og þeir eru búin að fá leyfi, þeir eru búin að fara eiga þarna að hafa réttindi til þess að grafa eftir gulli og þetta er námuvinnslu fyrirtæki. Nú mun reyna það núna á næstu 6 mánuðum eða næsta ári að þessar bjartsýnisspárum að þarna sé mikið af verðmætum í jörðu. Nú það þarf að ná þeim verðmætum upp og það þarf að búa til eitthvað og koma þeim svo í verð. Þetta verður aðalmarkmið Amarok sem við höfum kallað gull og græna skóga. Það er ekki græni skógar held ég á Grænlandi. Ekki mikið það. En sko, það er auðvitað, Eldur hefur auðvitað útskýrt á mjög áhugaverðan forstjóri Amarok. Já, Eldur Ólafsson, forstjóri, mjög kraftmikill maður og frábært það sem hann hefur verið að gera. En hann hefur útskýrt það líka að eitt af því sem að þeir hafa verið að byggja upp í raun og veru, eða reyna að byggja upp að sko þekking innan fyrirtækisins á því að starfa í þessu erfiða vandasama umhverfi allt varða stjórnsýslu, innviði, að geta unnið í námum og komið hráefnunum frá sér og samskipti við heimamenn og annað slíkt, að þetta hafa þeir líka lagt mikla áherslu á að byggja upp. Þannig að það er ekki bara einstök náma eða eitthvað annað sem þetta snýst heldur. Ég held að hann hafi nánast verið að lýsa því að ef þú ætlar inn í Grænland, það sem er mikið af fágætismálmum og öðru slíku, þá sé Amarok Minerals til lykillinn að því. Þetta er það sem við höfum verið að presentera. En nú höfum við séð bara viðbrögð við þessu uppgjör og stöðunni núna að gengibréfan er að lækka. Og myndi eftir að gengibréfa mælir framtíðarsýn og framtíðartrú frá Já, það er bara dómurinn eins og hann liggur fyrir í dag. Þú færið eitthvað og þú veist að meta framtíðar. Fjárfestar geta verið svolítið kvikki líka. Já, en þeir verða að horfa til landstíma. Já, en meðal annars að þeir hafa verið að lækka svona áætlanir sínar hvað þeir getu unni mikið gull.